Já, Oliver, 1-1 jafntefli niðurstaðan, hvernig er svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Ekki góð. 1 stig er ekki markmiðið og það er eitthvað sem við þurfum að byggja á nú. Við ætlum að leggja meira í sölunar fyrir næstu leiki en viðbrögðin eru ekki góð. Þið byrjaði að fá okkur mark bara strax eftir innan við mínútu, nei innan við 2 mínútur segi. Það hlýtur að það var alltaf ekki planið. Það var ekki planið og það er ekki gott og eiginlega bara kæruleysi að fá sér mark eftir 2 mínútur úr fyrstu leikandri. Það á ekki að gerast fyrir íslenskt landslið. Það hins vegar því miður gerðist og við náðum alveg að byggja ágætlega upp eftir það. Sköpuðum mörg færi og dauðafæri en það gekk ekki upp í dag og þetta mark á annarri mínútu, það kemur bara að því að við fáum 1 stig en ekki 3 stig. Eins og þú segir, þið náðu að skapa ykkur alveg helling af færum, sérstaklega í fyrra hálfleik. Kannski dór svolítið niður tempo kannski í seinna leik, þeir náðu kannski alveg að halda gangandi. Nei, það er alveg rétt hjá þér. Þetta var, ég ætla nú ekki að nota einhverjar rosa afsakanir hérna, eitthvað veður og eitthvað svoleiðis, en völlurinn var þungur og við vorum bara ekki nóg klárir eða ekki nóg, kannski einhverju þreyttir eftir frakkaleikinn og mikið álag hjá mönnum og tímabilið að byrja á sumum og enda hjá mörgum. Þannig við dróðum úr okkur og það er eitthvað sem við þurfum að bæta okkur í. 7 stig samt eftir 3 leiki, það er ekki langt frá markmiðinu svona fyrir leiki þegar maður áður að leita á aðrar úrslit. Algjörlega, 7 stig er bara allt í lagi. Markmiðið var 9 stig á heimavelli en við tökum þessu 7 stig á móti Frakklandi, Makedóníu og svo núna Norður-Írum. Við þurfum að byggja ofan á þetta og halda áfram. Ef við ætlum að komast á lokamótið þá þurfum við að vinna fótboltaleiki. 1 stig er ekki nóg í restina leikjunum, þannig við þurfum að halda áfram að sjá hvað við gerum rétt og líka hvað við gerum vitlaust, af því við ætlum að halda áfram að vinna fótboltaleiki. Takk fyrir þetta og gangið vel.